Komið sæl og blessuð, ég komin í gluggann, verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Gestur okkar að þessu sinni hefur víða farið, hann hefur meira að segja tekið þátt í hjálparstarfi í Eþíópíu. Hann hefur gengið á mörg af hæstu fjöllum víða heim, en hann starfar sem sveitastjóri á Vopnafirði. Ólafur Áki Ragnarsson heitir hann og hefur frá ýmsu að segja, hefur hlaupið maraþon og ég veit ekki hvað og hvað. Við ræðum þetta eiginlega allt saman. Verið með. Ólafur Áki, vertu velkomin. Takk fyrir það. Er alltaf jafn gott veður á Vopnafirði og sagt í veðurfregnunum? Það næstu því, já, næstu því. Það reyndar aðeins svona í fyrra sumar kom seint. Já, en kom það svo eitthvað? Kom svo svona í júlí, ágúst. En haustið var fallegt, mjög fallegt. Sko. Hvað er maður lengi að keyra þetta? Við erum 2,5 tíma núna. Já, með nýja veginum. Já. Mikil breyting. Mjög mikil breyting. Og hvað gerir þetta fyrir svona stað eins og Vopnafjörð, svona lítið kauptún? Þetta gerir það náttúrulega, það er alltaf náttúrulega fært, það er nánast undantekninga verið ófært núna á milli staða eins og var í gamla daga, eða bara fyrir nokkrum árum, gamla daga, 10-15 árum, það var ófært bara dögum saman. Já. En þessi vegur náttúrulega er bara, mér finnst hann að lukkast vel, gott að keyra, gott að fara hann og hérna skemmtilegur og bara já. Já, hann er bara skemmtilegur. Já, mjög. En hver er tengingu þín, sko, fyrir utan það að þú ert sveitastjóri á Vopnafirði? Hefur einhverja tengingu þangað? Ég hef nú ekki neina tengingu, nei. Ekki nema í gegnum svona mitt starf sem sveitastjóri gegnum árin. Ég var á Djúpavogi í 16 ára sveitastjóri. Já. Þá náttúrulega hafði maður mikið samband á milli sveitafélagana. Já. Vopnafjarðar og þessara staða. Og síðan starfaði ég tíma hjá Austurbrú og sá þar sveitarstjórnarmálin og þá náttúrulega rifjaðist þessi tengsl líka upp. Já. Eftir ég kom aftur tilbaka eftir veru mín í Ölfusi, en þar var ég bæjarstjóri í 8 ár. Þú hefur búin að vera í þessum sveitarstjórnarmálum í hvað áratugi? 30 ár núna í vor, 30 ár sko. Hvað varst þú gamall þegar þú byrjar? Ég var detti í 30 ára afmælið sko. Já. Þegar ég byrjaði þessu, eitthvað svoleiðis. Og er þetta skemmtilegt? Já, ég er alltaf búinn að vera í þessu 30 ára, en ég get alveg sagt þér, ég ætlaði aldrei í þetta sko. Ég lærði vélstjóri og var vélstjóri á sjó og líkaði það mjög vel sko. Og fannst vélstjórastarfið skemmtilegt og var svo að vinna í landi mikið í kringum vélar. Og einhvern veginn æxlaðist að þannig 86 að ég þá vorum við nýtkomin frá Danmörku við hjónin og höfðu búið þar tíma. Þá var þetta kona mín var í námi og það einhvern veginn æxlaðist þannig að ég dregst inn í sveitarstjórnarmálin á Djúpavogi og við vorum með lista þarna fólk sem buðum fram saman og við náðum eða fengum hreina meirihluta. Þannig að það var nú svo sem ekki auðvelt að stökka frá því, þannig að ég fer svona inn í þetta, dregst inn í þetta alltaf meira og meira og ákvað það að ég skyldi nú klárað kjörtímabil og 1990 var ég alveg harðákveðinn að fara aldrei í þetta aftur. Já. En svo kom freistingin að athuga hvernig fólki hefði nú svona líka við piltinn og prófa hvort og það út úr því kom enn betri kosning þannig að og þetta endaði semst í 16 árum. En þú ert frá Djúpavogi? Ég fæddi þar uppalinn, já. En hvernig, eins og með Vopnafjörð, hvernig á maður að líta á þetta? Er Vopnafjörður, hann er einhvern veginn þannig miðsvæðis milli Austurlands og Norðurlands að svona kannski erfitt að staðsetja sem slíkan? Hann auðvitað tilheyrir hann þarna austurhlutanum. Já, hann tilheyrir alltaf gamla Austurlands kjördæminu sko. Já. En svo er þetta sameina kjördæmin þarna rétt fyrir 2000 eða. Og það hafa orðið svolítið breyting á svona og líka vegurinn hafi breytt svona viðhorfum fólks. Náttúrulega það er svo sem meiri þjónusta hér á Eyjafjarðarsvæðinu. En ég ímynda mér að tengingi til héraðs og miðsvæðisins er líka sterk. Já. En svona ímynda ég með svona framlíða stundir að menn muni
sækja meira á þetta svæði. Já, en nú það Vopnafjörður yfir Hellisheiði til Egilsstaða. Hvað þið lengi að keyra það til að það opið? Þú ert svona klukkutíma eitthvað svona. Já, það ekkert meira en það. Nei. En Hellisheiðin frekar leiðileg og hinn vegurinn það bara góður, maður fer hann alltaf. En ef þið farið upp, eins og maður segir, upp og svo niður til Egilsstaða aftur, hvað lengi þann tíma? Meinarðu nýja veginn? Já. Þú ert svona 1,5 tíma. Já. Þannig að þið eruð lengur að koma hingað til Akureyrar. Já, þetta eru 136 km eitthvað svoleiðis. Já. Hvers sækir unga fólki í framhaldsskóla? Það sækir meira hérna á norðursvæði, sko. Já. Í menntaskólan, í verkmenntaskólan og líka í skólan í Lauga í hérna. Já, hér, já. Faraði þangað líka? Það farið þangað líka, já. Hvaða leið fórst þú í þessu? Ég fór, skal ég segja, þegar ég fór frá Djúpavogi, þá fór ég á Hlíðardaskóla í Ölfusi, sem var náttúrulega mjög merkilegt mál, sko. Já. Það fóru flestir á Eiða og í þá dag var ekkert svo endilega gott að komast til Eiða. Það var snjóþung leið og ekkert rutt reglulega, sko. Og systkini mín höfðu farið reyndar þangað, eða systur mínar. En af einhverjum ástæðum gerist það og ég þekkti ekki til Hlíðardaskóla eða nokkurs þar eða sennilega hefði verið að systur mín komin suður í skóla og stutta farið þeirra og ég fer þangað og það er þarna 7. aðventista sem eiga þann skóla og ég fer þar 1970, 14 ára pegi og þar í 2 ár og ég held nú bara svona þegar maður lítur tilbaka að það hefur nú svona gert manni bara mjög gott því að það var mjög mikill agi og það skemmdi mann ekkert, sko. Og góði kennarar, frábæri kennarar alveg og maður lærði mikið og síðan fórum við út til Englands í skóla hjá aðventistum. Ég og vinir mínir við fórum 3 saman. Og reyndar fleiri sem fóru en þá voru við sem tókum ákvörðun að fara og svo komum krakkar líka og fórum til Newbold College sem er rétt fyrir utan London og vorum þar. Já, lengi? Ég var hálfan vetur en þeir voru heilan vetur hinnir. Ég átti ekki fyrir nema hálfu farið fjargerð. Ertu þá, sko, tengistu trúmálum þá líka eða? Ég náttúrulega tengist þeim ekkert að öðru leyti en því. Ég bara var kirkjurækinn maður, fjölskyldan mín fór í kirkju og ég hef alltaf bara haldið mig við okkar lúthersku söfnuð eða okkar, söfnuð. Ég hef ekki en ég er trúaður, ég hef nýtt mér trúna svona bara til þess að í gegnum árin og geri það enn þann dag í dag. Mér finnst það gott. Hvernig er að vera strákur á Djúpavogi sem er afskaplega fallegur staður Djúpavogur? Ég er ofta að hugsa tilbaka, sko, að ég man ekki eftir einum einasta degi sem hann leiddist. Ég er ofta bara að spekula hvort að maður sé orðið svona kalkaður eða... Já, maður man bara eftir, og var ekki alltaf gott við þau líka? Nei, það voru nú svona stundum sem að ég man eftir norðanrokkið og það gat nú legið í norðanáttar alveg lungað á vetrinu stundum og snjóþungt og við vorum að búa snjóhús og allt mögulegt og á skautinu þarna og ég man eftir gríðarlegum kulda á tánum stundum þegar mamma var að nutta lífið þar þegar við komum heim. Og en leiðilegt fannst manni held ég ekki, sko. Ég átti yndislega fjölskyldu og Stór fjölskylda? Stór fjölskylda, við vorum 5 systkinin og svo bjuggu afi minn og amma í kjallaranum á húsinu og föðurbróðir minn og hann var nú svona mikið yngri en pabbi þannig að hann var nú eiginlega svona meira í fjölskyldunni og þetta var yndisleg samkunda þarna, alveg dýrleg. Áttu þá fjölskyldu á Djúpavogi? Já. Systkini þar? Systkini þar, já. Í hvað fer fólk sem að, á svona litlum stöðum, hvað er fólk að gera? Fór það til náms, kom tilbaka eða? Já, eða byrjaði það bara fljótt að vinna? Mjög margir farið til náms og mennta sig á einhverju sviði, hvað ég segja. Bróðir minn fór í vélskólann eins og ég og hefur verið vélstjóri til sjós og systir mín fór reyndar í annan nám en sem nýttist henni vel sem hún kom heim aftur. Já, það er sem missan, bifvélavirkjun, þannig allt mögulegt bara. Já. Og menn finna sér, sko, raunverulega, það er náttúrulega tæknin orðið þannig núna, þú getur náttúrulega nánast unnið hvar sem er. Já. Þannig. En finnur það sem þú hefur verið í gegnum tíðina sem sveitarstjóri,
finnur það að unga fólki vill jafnvel vera heima eða koma aftur heim? Allavega sko, það mjög sterkt sko, til dæmis á Djúpavogi, mjög sterkt svona sem togar í fólki aftur og það maður finnur það alveg, já, að það vill koma heim. Já, og hvað það sem að Djúpavogur hefur meira, sterkara heldur en aðrir staðir? Það gríðarlega svona öflug fjölskyldutengsl þar. Eflaust það nú í öllum samfélögum, en ég finn það bara, það eru sterkar svona fjölskylduböndin og það líka reyndar á Vopnafirði. Já. Og var líka reyndar í Ölfusi líka. Ég veit ekki nákvæmlega hvað það er. En þú ert á Djúpavogi sem sveitarstjóri öll þessi ár. Já. Fórstu svo í Ölfus? Ég fór í Ölfus eftir það, já. Já, en svo að Vopnafjörð? Já. Það eru svona sjávarútvegsstaðir, en Ölfusið svolítið öðruvísi? Nei, Ölfusið þéttbýlið er Þorlákshöfn. Já, það náttúrulega niður í Þorlákshöfn. Og það náttúrulega eins og Djúpavogur þéttbýlið Djúpavogur og svo sveitirnar í kring. Já, sko, það náttúrulega öfluga sveitir eins og á Suðurlandinu það sem hefur verið í Ölfusinu. Jú, það mjög öfluga sveitir, það mjög öfluga sveitir. Ölfusið mjög öflugt sveitafélag, gríðarlega öflugt, landmikið og ríkt af náttúruauðlindu bæði til sjávar og sveit eins og ég segi. Já. Þannig að þú hefur í rauninni verið á svona skemmtilegum, fallegum, góðum stöðum. Mjög. Ég er gríðarlega heppinn bara á lífsleiðinni, bæði hvað varðar starf og fjölskyldu og bara mitt líf, sko. Já. Lífa skemmtilegu lífi. Já, það er ljómandi gott að heyra það. Það er bara... Já. Við erum bara heppinn. En þú ferð í vélskóla, segirðu. Já. Þú hefur sem sagt, fórstu ekki þú er ekki farið í, framhaldsskóla annan heldur en vélskólan beint? Nei. Ekkert var í neitt háskólanám eða slíkt? Ég fór í endurmenntun háskólans árið 99-2000 eða 2000 og var þar 3 annir, sko. Já. Tók þá opinbera stjórnsýslu og stjórnun. Já, þú verið hallaðir að því allt, eða haldaði við það? Mér fannst svona eftir 16 átæp að það verið ágætt að fara að læra að stjórna. Já, hvernig að stjórna svona? Það er bara gaman, sko, virkilega gaman og með góðu fólki eins og ég sagði þannig. Ég er bara svo heppinn og ég hef átt alveg dásamlega samstarfsfólk í gegnum árin og það er bara virkilega gaman að vinna með. Hvernig er þessi litlu samfélög í baráttunni við ríkisvaldið og peningavaldið? Það er náttúrulega alltaf barátta, sko, og upplifunin svo hjá okkur sveitstjórnarmönnum að ríkið sé alltaf að reyna að snúa á okkur ef það er eitthvað að vill fara að færa okkur verkefni þá sé eitthvað bogið á bakvið það, sko. Já. Við tökum því alltaf með svona fyrirvara og það er svo sem alveg mörgulítið skiljanlegt. Sagan segir það að það hefur nú svona verið svona aðeins þrengt að okkur þegar verkefni koma. Við getum tekið grunnskólann, við getum tekið almenni samgöngurnar til dæmis sem að málefni fatlaðra og málefni, fatlaðra og ýmislegt svona sem að kemur og Já, ríkið sækir á litla. Já, það er svona tilhneiging að skera það þá niður leið eða að vera búið aðeins 2-3 árum áður að minnka fjármagn til þess að sína. Þarftu mikið að fara suður til dæmis? Sko, við notum orðinu náttúrulega meira tæknina, sko, núna, en það var oft sem að maður þurfti að fara en auðvitað eru ferðirinn ekkert svo ég myndi nú segja kannski 3-4-5 sinnum á ári sem við förum, sko. Já, það er ekkert meira en svo. Þú veit ekkert í hverju viku eða tvisvar í mánuði eða svoleiðis? Maður reynir að grisja, sko, svona fundarferðir. Auðvitað margt sem mann langar til að hlusta á eða fylgjast með, en maður verður bara að gera það. Þetta eru samfélög eins og svona þessi mæri samfélög. Þetta það er ekki eins mikið af starfsmönnum og í þessum stóru, þannig að það er meira sem er á okkar könnu sem þessum fáu sem erum að starfa við, þannig að þegar eitt fer þá bitnar á öðrum. En Vopnafjörður í dag, hvernig er staðan þar? Staðan er mörguleiti góð á Vopnafirði. Það er mjög öflugt fyrirtæki þar, náttúrulega sem grunnfyrirtæki eins og ég segi nú alltaf, HB Grandi. Já, þeir hafa verið að byggja mikið upp. Gríðarlega mikið þar upp og eru ekki hættir því að þeir alltaf sér á stað með bolfiskvinnslu sem er mjög áhugavert og ætla sér að setja mikla peningi í það og gera það með reisn. Og svo eru bara mörg áhugaverð fyrirtæki sem eru þarna bæði að þjónusta Granda og þjónusta íbúana og þjónusta út fyrir svæði líka. Já. Svo er náttúrulega við erum með náttúrulega fallega sveit og sem er náttúrulega kannski að sumu leyti
aðeins hallað á svona eins og margar sveitir í kringum þetta ágæta land okkar á þessu ágæta land. En við erum með bú sem eru virkilega öflug og hérna líka loðdýrabú og mjólkurbú og síðan er alltaf þessar ár okkar laxveiðarnar. Já, veiðiárnar maður. Það er náttúrulega, já. Þetta er náttúrulega öflugustu veiðiár landsins og þarna koma alls konar stórmenni sem við vitum svo sem minnst af. Já. En það er margt gott í Vopnafirði. Hefurðu áhuga slíku sjálfur? Veiðirðu? Ég fer frekar á trillu og veiði þá með þarna færi bara. Já. Ég er ekki alveg nógu... Áttu trillu það? Já, en ekki reynda núna lengur en hérna, ég átti trillu lengi en ég get farið hjá bróður minn og fengið að skjótast. En það er með menn í svona stjórnsýslu og pappírum og öðru slíku, sitja við 12 dögum saman og annað slíkt. Þeir þurfa nú að hafa einhverja svona afþreyingu aðra. Já. Ég veit að þú ert sko fjallamaður. Já, ég hérna hef farið mikið til fjalla og fer mikið til fjalla og hef verið mjög svona, hvað sé, virkur í þessum ferðafélögum sem ég hef verið í, bæði Djúpavogi og Ölfusi. Já. Og svona seinni árin hlaupið mikið líka. Nú er það er skemmtilegt. Heyrðu, hvað hljópstu? Maraþon á 60 samaninu? Ég hljóp 60 km á 60 núna í haust, 23. september. Hvar var það? Ég hljóp í gamla sveitafélaginu mínu Djúpavogi. Ég hef búin að ákveða það að hlaupa frá hreppamörkum Hornafjarðar og Djúpavogs og út á hérna Djúpavog, en það er ekki alveg, það vantaði 10 km upp á, þannig ég fór inn í Hamardal þar sem að pabbi var fæddur og fólkið mitt er svo mikið af þessu svæði. Ég hugsaði með mér, þetta er fólk sem fór fjöll og firnindi og sagði ekki frá því. Nú ef maður fer eitthvað út fyrir Rörarheiði þá er maður strax komið með mynd af sér á Facebook þannig ég hugsaði með mér, nú ætla ég að gera þetta og hlaupa 60 km sem ég gerði á 7 tímum og bauð svo í veislu niður í Löngubúð. Já, þú hefur alveg getað staðið það þér að hafa veislu eftir. Já, ég er nú svona, ég fann að þekkja á skrokkin og ég undirbjó mig vel sko. Hefur verið duglegur að hlaupa? Ég hlaupið 3 maraþon og ég hlaupið fyrir, þetta kemur nú eiginlega til út af því sko að ég farið mikið á fjöll, bæði erlendis og hérlendis og þá þegar ég var að æfa mig kannski fyrir háfjöll út í heimi þá hljóp ég svona með þegar ég fór náttúrulega og ýmis fjöll og hljóp með sko. Og 2008 hélt ég áfram að hlaupa, oftast hætti ég því ég kom svo. En 2008 hélt ég áfram og 2011 eignast ég barnabarn sem var töluvert mikið veikt og í byrjun janúar og skal ég segja að þetta var svona mikið spurning hvort að það gengi allt eftir og þegar maður kom á barnadeildin og sá þetta litla kríli með 10-12 slöngur á sér hingað og þangað og það hugsaði mig ef hún lifir þá ætla ég að hlaupa maraþon og gefa til barnaspítalans því að safna því að mér fannst þetta starfsfólk algjörlega frábært sem var þarna sko. Við nýtum stundum í þessa stétt, læknastéttina og heilbrigðisstéttina en þetta er algjörlega frábært fólk sem var. Ég held að öllum beri saman það svona heilt yfir. Það held ég að sé engin sko. Og ef þú lendir svo sjálfur í því að þurfa að fara inn á spítala þá náttúrulega bara sannreynir þetta. Sannreynir það. Og ég bara ákvað það, ég hljóp það svo í ágúst þarna sama ár og eins og ég safnaði þarna til barnaspítalans, ég held að svo sem að það ekki verið eina stóra tölu sem kom inn en ég gerði þetta. Þú gerði þetta? Já. Og hvernig vegnaði þessu barninu? Alveg mjög vel og bara alveg mjög sprekt og frísk. Já, það er gott. Svo eignast dóttir mín, tvíburinn annar, barn árið eftir og þá fannst mér ég yrði nú líka, fékk nafna þar þannig að ég varð að sýna honum þessa líka virðingu. Og svo þriðja, hún eignaðist þá barn árið eftir þannig að ég fór til Danmörkur, hún eignaðist það í Danmörk og hljóp það. Hljópstu þar? Það hljóp ég 1 maraþon en ég sagði þeim nú að ég ætlaði bara að hlaupa fyrir fyrsta barnið því að ég sá að þeir voru alveg að ganga frá gamla manninu. Hvernig er þess að fjallgöngur í útlöndum, á hvað fjöll hefur verið að ganga þar? Ég farið til Afríku og Kilimanjaro. Þú hefur farið þangað? Já, ég hæsta fjall Afríku. Já.